Góðan daginn, sæl öll og líka þið sem eruð á netinu eða í gegnum fjarfundabúnað með okkur. Mér skilst að séu mjög margir tengdir fundinum. Ég fór að hugsa það þegar ég ávarpaði sambærilegan fund fyrir ári síðan að þá var ég að tala það að við værum svona komin upp úr holunu í þessum verkefnum okkar og svona aðeins byrjuð að steypa grunninn í stafrænu vegferðinni. En það leyti var svona svipuð staða í því sem að sumir kalla Miklagarkljúfur Landspítalans við Hringbraut. En nú má segja að eins og þar, þá séum við búin að slá upp og við erum svona smám saman farin að tengja inn mikilvægustu lagnirnar. En við eigum, og við vitum það, að við eigum töluvert mikla uppbyggingu eftir til þess að heildarmyndir sem byggir á þessum grunni verði sem best og við þurfum að halda vel á spöðunum til þess að tryggja að framhaldi verði í takt við það sem hefur gerst hingað til. Og mér langar sömuleiðis aðeins að rifja upp hvað hefur gerst á þessum tíma frá því fyrir ári síðan. Við höfum gefið út stafræna stefnu hins opinbera sem nær til allra ríkisstofnana og sveitarfélaga. Sameiginleg framtíðarsýn skiptir máli að mínu áliti bæði fyrir ríki og sveitarfélögin. Við þurfum að vera saman í því að tryggja góða fyrsta flokks opinbera þjónustu. Og við megum alls ekki vera hvert í okkar horni að leysa verkefni sem eru sameiginleg þó við getum og eigum að skipta með okkur hlutverkum eftir því sem að aðstæður kalla á hverju sinni. Grundvallarsýnin er sú að Ísland verði meðal allra fremstu þjóða heims á sviði stafrænnar þjónustu og að við nýtum þjónustuna til þess að auka samkeppnishæfni landsins. Það mun tryggja meiri verðmætasköpun á Íslandi sem er aftur grunnur að góðum lífskjörum. Þannig að þjónustan þarf að vera skýr, einföld, þægileg, hraðvirk, alveg svo við fengum dæmi hérna rétt í þessu. Þessi dæmi er að verða til, svona góðar sögur er að verða til vegna þess hvað við erum komin vel á veg á hverjum degi. Við þurfum einfaldlega að tryggja umhverfi þar sem að almenningur og fyrirtæki geta komist beint að efninu hvar og hvenær sem er. Þetta er svona kjarni málsins. En þó við höfum og tryggjum sameiginlega sýn, þá þurfum við að vera með réttu áherslurnar hverju sinni, við þurfum að vera með skýr markmið og þessu getum við í grófum dráttum skipt í fernt. Hver eru þessi helstu markmið okkar? Jú, ég nefndi það. Við ætlum að auka samkeppnishæfni Íslands, veita betri opinbera þjónustu, gera innviðina öruggari og tryggja nútímalegt starfsumhverfi. Þetta er það sem ég tel að gangi vel í augnablikinu og við þurfum að halda áfram á þessari braut. Núna í ágúst kom út alþjóðleg könnun í Government Benchmark, þar sem Ísland er númer 4 á lista og hækkar 3 sæti milli ára. Þetta er til vitnis þennan árangur sem ég er að vísa til. Þetta er frábær árangur reyndar og honum ber að fagna. En það er rosalega mikil vinna hins vegar fyrir framan okkur og býður okkar heilmikið verk að vinna. Enda vitum við það líka að ef við viljum komast ofar á þessum lista þá eru erfiðustu keppinautarnir einmitt þar uppi. Þeir eru á toppnum og ef við ætlum að vera sú þjóð sem veitir bestu stafrænu þjónustuna, þjóðin sem leiðir keppnina og aðrir horfa til, þá þurfum við að gera enn betur. Og ég veit eins og fram er komið að við heyrum hér á eftir frá Kevin Cunnington sem leiddi stafræna einingu bresku ríkisstjórnarinnar, Gov.uk, sem er á margan hátt sambærileg við okkar Ísland.is. Þar eru mánaðarlegar heimsóknir hátt í 40 milljónir sem þýðir upp undir 60% Breta. Þeir eru semst að nota vefinn, 60%. Við erum 380.000, það er svo sem ekki hægt að bera það saman, en hlutfallið hér sem notar Ísland.is er 80%. Það er mjög markverður árangur og við vitum þrátt fyrir það að við getum gert meira. Við lýstum því yfir fyrir nokkrum árum og það hljómaði, ég skal bara segja alveg eins og ég fann að fólk var svona dálítinn tíma að meðtaka. Við sögðum þetta verður megin samskiptaleiðin við hið opinbera, stafræn opinber þjónusta. Og það er smám saman að seitlast inn. Ég finn það og ég vona að þið finnið það sömuleiðis
í ykkar dagsdaglega lífi. Ég nefndi í fyrra stafrænt sakavottorð sem dæmi bætta þjónustu sem sparar bæði tíma og fjármagn. Síðan þá hefur stafrænum ferlum fjölgað til muna. Hér þegar búið að nefna þetta með stafræna umsóknum fæðingarorlof sem fór í loftið fyrr á árinu. En við erum þegar komin þangað að 60% eru að nýta sér þá aðferð og þeir þurfi ekki að safna saman einum gögnum, heldur kemur umsóknin öllu sjálfkrafa til skila á réttan stað. Það hefur verið mikill hraði á rafrænum þinglýsingum síðustu misseri. Það nú mál sem mér dálítið hugleikið, vegna þess að ég vann einmitt við það að handskrifa inn í þinglýsingabók, þinglýsingaskjölin, þegar ég var nýútskrifaður sem lögfræðingur og frábært að sjá breytinguna sem að verða þar. Aflýsingar eru nú að fullu rafrænar, endurfjármögnun lána, bílalán og fasteignalán. Við erum komin á þennan stað. Verkefnið liggur nú í því að stofnanir og fyrirtæki innleiði rafrænu þjónustuna og fara að bjóða hana viðskiptavinum. Það það sem að verkefni snýst á þessum tímapunkti að fá alla með í að nýta sér þá smíði sem að við höfum skilað. Og hvað þýðir það að endurfjármögnun lána, bílalán og slíkir hlutir eru orðnir rafrænir? Jú, það þýðir til dæmis bara það að við getum sagt sem svo að fólk lengur að reynsluaka bílnum heldur en að ganga frá viðskiptunum. Þessu var alveg öfugt farið hér áður. Betri þjónusta, minni sóun í öllu samhengi á tíma, fjármunum, mannskap og svo framvegis. Við getum beitt kröftum okkar í aðra hluti. Af því leiðir að stafvæðingin mun einfalda ríkisreksturinn, auka framleiðni, við munum nýta peningana betur. Þetta eitt helsta kastmál okkar í fjármál- og efnahagsráðuneytinu og hluti af því sem við erum að vinna við þessa mundir einmitt að einfalda stofnanakerfið sem annað atriði sem að má ekki missa sjónar á þegar við erum að vinna stafrænu vegferðinni. Þar grundvallaratriði að við skipuleggjum kerfið með hliðsjón af þessu kjarnahlutverki að þjóna fólkinu í landinu. Við getum ekki látið hið opinbera bara snúast sjálft sig, að við séum í endalausum svifaseinum samskiptum hvert við annað. Þurfum að beina sjónum okkar að þeim sem þurfa á þjónustuna að halda og hvernig við getum aukið skilvirkni þar. Nýta öll tækifæri og auka gæði jafnt sem hagkvæmni. Kæru gestir, ég held að ég hafi komið því ágætlega til skila hér að við erum búin að byggja þennan grunn. Við stöndum á honum núna þegar við lítum til framtíðar. Stafrænar grunnþjónustur eru tilbúnar. Stofnanir geta tileinkað sér þessar lausnir. Samnýtt fjárfestinguna, farið vel með skattfé, bætt upplifun notenda og bætt þjónustuna. Í gegnum þverfagleg útboð hefur Stafrænt Ísland þróað margar lausnir sem standa núna öllum til boða. Mínar síður, nýtt innskráningakerfi með tengingu í umboðsgrunn til að tryggja aðgengi allra. Þetta grundvallaratriði. Ég sótti fund norrænna ráðherra þessi mál fyrir stuttu síðan og við erum sammála það á öllum Norðurlöndunum að aðgengi, jafnt aðgengi allra algjört grundvallaratriði í þessu. Það verður engin skilin eftir. Mikilvægt að halda þessu til haga. Fékk reyndar símtal núna í vikunni frá einum eldri borgara sem var ekki búinn að tileinka sér þetta nægilega vel, þannig að hans tekjur höfðu verið áætlaðar inn í grunni sem að hann hafði ekki vanist að kíkja á. Hann hafði verið vanur því að fá þetta í gegnum lúguna og var að útskýra fyrir mér að hann lenti þá í skerðingum hjá almannatryggingum vegna þess að hann hafði ekki samþykkt áætlun eigin tekjur frá árinu áður. Þannig að við erum auðvitað ennþá með marga sem eru ekki búin að aðlaga sig að þessum nýja veruleika og þurfum að vera opin og svona dálítið meðvituð það. Þar hugsaði ég til dæmis með mér, hefðum við kannski átt að passa okkur á því að þegar við segjum að, hérna erum við að tala eldri borgara, ef við sjáum að þeir eru ekki að meðtaka upplýsingarna sem við sendum þeir rafrænt, þá ættum við kannski að gefa okkur eitthvað tíma í að fylgja því eftir með mögulega símtali. Þannig að við föllum ekki svona, að hlutinni falli ekki svona milli stafs og hurðar. Stofnunin stendur til boða að flytja vefsvæðið sitt og þar með hafsjó þekkingar inn á Ísland.is og hvað þýðir það? Það þýðir að þú þarft ekki lengur að vera að reka þína eigin vefsíðu sem stofnun, þú getur bara notað síðuna sem búið að byggja. Ég ætla bara að segja hér að lokum,
Takið eftir þessu hvað búið að gera mikið. Allar stofnanir geta farið að taka sér þetta til gagns til að veita betri þjónustu, létta af sér verkefni sem að í raun og veru losar mannskap sem að geta þá komið nær kjarnaverkefnum stofnana. Ég vil áfram hvetja nýsköpunarfyrirtæki sem hafa komið með okkur í þessa vegferð, alla þá sem hafa starfað með okkur í gegnum útboðin til þess að halda áfram að koma fram með ábendingar og gera kröfu til okkar sem kaupanda þjónustunnar. Það skiptir okkur líka máli að finna að það eru allir metnaðarfullir fyrir því sem við erum að vinna og við viljum að allir séu virkir þáttakendur í þessari vegferð. Þetta muni aldrei gerast með skipunum úr fjármála- og efnahagsráðuneytinu eða frá andra í Stafrænu Íslandi. Þetta gerist bara vegna sem við finnum öll að við erum þáttakendur í því að umbreyta opinberri þjónustu til hins betra. Ég læt þetta verða mín lokaorð. Verð á annarri ráðstefnu hérna eftir, þannig ég get ekki tekið þátt í allri ráðstefnunni í dag og fylgst með allri umræðunni, en ég veit að hún verður spennandi, áhugaverð og óska ykkur góðra skemmtunar í dag. Þetta bara rétt áður nú ferð. Það kom ein spurning í Slido. Hvernig sérðu fyrir þér opinbera þjónustu eftir 5 ár? Já, ég sagði síðast að við vildum að þið fengjuð ríkið í vasan, þið væri með ríkið í vasanum. Ég sé fyrir mér að við verðum komið með mun fleiri þjónustu leiðir í appið og að svona hlutir eins og svona saga eins og þú sagðir hafi eftir 5 ár verði svona saga eins og bara við segjum í dag á gamlu símaskráni. Að þetta sé bara tími úr fortíðinni. Þannig að ég sé fyrir mér stórstígar framfarir í veitingu opinberra þjónustu. Glæsilegt, kærar þakkir fyrir Bjarni.